Þá höldum við áfram hérna í föstudagsþættinum sem við tökum upp hérna á R5 við Ráðhústorgið á Akureyri og næst þá hef ég fengið til mín 2 herramenn sem ég held að sé óhætt að segja að séu nú svolítið kóngar í sínum bransa. Það þekkja þar örugglega flestir hérna í Eyjafirði, þrælskemmtilegir menn og með mikinn áhuga á sjávarútvegi og verið bara velkomnir. Það Takk fyrir. Ekta fiskur og eyjabiti hérna sikkurum megin við Eyjafjörðinn. Þið hljótu nú að hafa mæst oft í ýmsu samhengi eða hvað? Við höfum mæst hún okkur oft, já, horfumst í augu yfir fjörðin náttúrulega. Já. Meira og minna daglega. Já. Vinki hvor öðrum yfir? Já. Hvað segir þið mér með þorrann? Sko, þú ert náttúrulega í hákallinum hérna. Þetta svolítið þorratengt. Algjörlega, ómissandi í trogið, sko. Já. Já. En hvað þetta með hákallin? Hann lyktar náttúrulega alveg svaðalega. Það bara ekki rétt, sko, af því að mér heyrist þú vera í að hann lykta ekki vel, sko. Þetta náttúrulega alveg einstök gæða vara. Já. Og því meiri lykt því betra, sko. Og því sterkari sem hann því betra. Já. Og hann til ýmsum styrkleikum. Þessi svona bara medium sem ég veit að þú smakkar á eftir. Já. En svo sterkasti þannig að, sko, þú getur að fara með tungun út í fatla. Já. Það alveg dæmi það. Og hvernig það með þig? Tekurðu þennan sterkasta? Algjörlega, það það best. Í þorrabakkanum finnst mér það best sem sterkast og súrast. Já. Þetta það sama með þig, Heimir? Já, ég mjög hrifinn á hákallinum frá honum en ég svona kannski ekki alveg eins og þessi alhörðustu með að taka hann þegar búið mýga eitthvað oft á hann. Ég svona meira fyrir medium hákallin. Já. En þessi saga að það sé mýið á hákallin, þetta ekki alveg satt eða hvað? Nei, það ekki satt, sko. Og það var nú kannski fylgdi aðalega sögunum sko, keisingu á skötunni. Já. Kannski minna á hákallinu, sko, af því að... En það svona þessi ammoníak... Já, það ammoníak í honum vegna þess að hákallin ekki með nýru til að hreinsa þvagið, þannig að þvagið fer í gegnum kjötið. Já. Og þess vegna verður þú veik ef þú borðar hann hráan en ef þú kæsir hann og lætur hann brotna þá allt í lagi að borða hann og meira allt í lagi, það bara dásamlegt, sko. Bara hollt og gott. Algjörlega hollt, fullur af omega-3 sýrum og svoleiðis. Nákvæmlega. Og harðfiskurinn, hann náttúrulega alltaf í kringu þorrann, selst ekki meira hjá okkur og framleiðir meira í kringu þetta tímabili eða hvað? Jú, hann rosalega vinsæll og búinn að vera og var sérstaklega áður fyrir, þá var þetta svona meira þorratengt, þá var hann ekki eins algengur á svona allan ársins hring eins og hann í dag, sko. En það mjög mikil neysla eins og yfir þorratímabili og svo aftur aukningin sem hefur verið í harðfiski, það aðalega líka yfir sumarið. Fólk ferðast orðið mikið meira en það gerði og að taka þetta með sér í sumarbústaðinn og bílinn og svona. Nákvæmlega. En nú eru þið þarna sikkurum megin í fjörðinn sem sagt frá Grenivík og svo ert þú á Hauganesi. Hvað með svona þorrablót í ykkar heimasveit? Er slíkt framundan? Já, það ég ætla að leyfa honum, hann eldri og reyndari í þessu en já, það þorrablót heima og til dæmis á morgun þá svona fjölskylduþorrablót hjá okkur. Og svo aftur aðra helgina í Þorra þá þorrablót í hreppnum og það svona alltaf árlega á þeim tíma og fjöldi manns og mikið stemming og hefur alltaf haldist. Grýtubakkarhreppur, þetta stóru viðburði Grýtubakkarhreppa þegar þorrablótið? Já, það orðið það núna. Þetta orðið búið að vera alls staðar, sko, skemmtanir og mannamót hafa dregið svo mikið saman. Já. Til dæmis þegar foreldrarnir manns var að alast upp og svona, þá voru kannski fóruð á 6-7 böll yfir jól og áramót, það var hrísi og farið yfir Áskursand og svona. En núna þetta bara nánast þorrablótið og svo kringu sjómannadaginn. Já, nákvæmlega. Þetta nefnilega alveg rétt sem að segja, sko, að það voru í rosaleg breyting í sveitunum að það var miklu meira af böllum en nú þetta orðið bara aðal samkoman í mörgum sveitum, sko. Svo hjá okkur þá þetta þannig og við erum okkar þorrablót held ég aðra helgina í febrúar og
Mér finnst þessi tími alveg rosalega skemmtilegur. Þetta er hérna byrjunin á þorra og fyrsti dagurinn er bóndadagur og síðasti dagurinn er þorra þrællinn og hérna vera vakinn klukkan 7:45 í morgun sko og fá hérna hamingjóskir með bóndadaginn, það er bara æðislegt. Já, nákvæmlega. Og bara bóndadagur, mér finnst þetta svo fallegt nafn. Já. Það er náttúrulega bóndi í okkur öllum og bóndadagur er bara dásenda nafn. Fékkst þú fallegar hamingjóskir í morgunsárið? Já, ég fór það snemma, ég fór rúmlega 5, þannig að ég er nú að sofa, þannig að það lítur að skila sig. Seinnipartinn. En hvernig virkar þetta? Eru þið svona verið að fara sérstaklega mjúkum höndum ykkur á bóndadag? Já, sko, já, það hefur verið þannig gegnum tíðina, algjörlega. Já, nákvæmlega. En sko, verðum við ekki eitthvað að fara að smakka? Hvernig er það? Jú, ég held að sé alveg komin tíma á það, sko. Og þegar ég byrja að fá mér á þorrablóti, sko, þá byrja ég yfirleitt alltaf bara á hákallinum og harfiskinum. Þannig að það er bara þannig. Mér finnst þetta að passa svo rosalega vel saman að ég hauga alveg á diskinn og hann er náttúrulega með besta harfiskinn á landinu. Já. Það er bara svoleiðis. En hákall, veiðið þið mikið á? Hvar fáið þið? Hann fæst aðalega á togurum sem að fá hann bara svona fyrir tilvílun í trolli, sko. Og bara gaman að segja frá því að fyrsta minningi minn Kjartan hákall er þegar pabbi var að grafa hann í sandinn í fjörunni heima. Hann var keistur bara grafinn í sandinn svo að flugan kemist ekki að honum og eðilega hann. Já. Já, við gerum það nú ekki lengur. Það er kannski gaman að segja frá því að það tengir bæði hákall og harfisk að til dæmis hérna á nú frægum maður sem bjó á Látrum, hákallasamyndur, sem bjó nú svo hjá ykkur. Jú, giftu frænku minni. Já, og hann fór sem piltur út til Látur bara 6-7 ára eða eitthvað og kom henni núna í Eyjafirði og var þar og svo veiktist hann og hérna hún tók hann, Elín tók hann hérna húsfrúin á Látrum og bjó hann í rúmi og svo var hann að heyra það á fólkinu að biði bara eftir að hann veslaðist upp á dagi sko og bóndinn var að tala um það að þetta gengi ekkert og þannig að hann hugsaði með þess að hann þyrfti að gera eitthvað og þannig að hann var náttúrulega mikil hákallútgerð hann á Látrum og það var hákallalýsi í tunnu hana og svo náttúrulega var harfiskur og hann hérna rétti sig við með að hann, þegar enginn var hann inni þá laumaðist hann og fekk sér harfisk og dýfði honum ofan í lýsið og át það og svo gekk þetta og það bara hrist allir hausinn, hann strákpekkur og hress og hann náði sér upp úr þessu með þessu og bara hernaði við og var svo helja menni eins og við vitum eftir það. Já. Þannig að þetta getur allavega ekki verið mjög óhollt, mér skoðst ég. Nei, ég held að það sé nú nokkuð víst. En þið er afmæli, er það ekki á þessu ári? Jú, þetta er hérna 20. þorrinn sem við erum að byrja á núna. Eigum svona stofnum fyrirtæki í nóvember sko, þannig að við verðum ekki 20 ára fyrir í nóvember en þetta er 20. þorrinn, þannig að það er svona tímamót í því sko og hefur gengið bara mjög vel, þannilega. Hvað eru þið búin að vera lengi í bransanum? Fyrstu pakningarnar fara frá okkur á ektafiski í janúar 1991. Tíminn maður, tíminn. Magnað fyrirbæri. En hvað segirðu? Eigum við að prófa? Já. Ég ætla að byrja á harfiskinum. Það? Já. Gjörðu svo vel. Takk. Smá harfiskur. Ég reyndar gerði tilraun til að flytja út þorramat. Já. Bara þorra bakka. Já. Og hvert varstu að reyna að flytja þá? Til Evrópusambandsins sko. Já. Því að við náttúrulega þurfum að afla gjaldeyris. Já. Og ég fékk mann frá Evrópusambandinu til að koma á þorrablót og taka út matinn og ég reyndar með það á blaði svona lýsingun á því. Nú? Það nú kannski ekki að fylgja hér sko en ég myndi eftir að sína bara rétt svona þetta er svona í bundnu máli sko. Það var flutt á þorrablóti fyrir svolítið síðan. En það er svo skrítið með þessa Evrópusambandsmenn að þeir verðast bara ekkert vera hrifnir af þessum bökkum okkar. Nei. Ég kannski spurningum að fá þig til að lesa þessa síðustu hérna. Já.
þá setjum við... Setja upp gleraugu? Nei. Já. Sko, já, þetta sem sagt svo síðasta þegar að hann búinn að smakka á öllu og búinn að sjá hvernig þetta svona, eða fá lýsingar að því hvernig þetta hanterað og að endingu þá fór þetta svona, sko, eftir að hann var búinn að smakka hrúsbungana og úlna hákallin og allt þetta, en nú kastaði hann sér í gólfið og lungu, ældi og lifur á lúða þessum hafði ég orðið ekki góðan bifur. Að öðru leyti í kynninguna því til að svara að aldrei verður þorra maturinn útflutningsvara. Ég tel samt ekki fulla reyn, sko. Nei, það ennþá Ég mun reyn aftur. Já, þú voru að fá Angelu Merkel í heimsókn í. En hérna, eigum við ekki enda á því að Hilda Jana smakki hákarl í fyrsta skipti á ævinni? Oh my, já, hérna. Og fáið svo skjal að þú ert orðinn meðlimur í The Rotten Shark Club of Hauganes, þar sem ég forseti. Þarf maður að kyngja? Þú þarft að kyngja, já. Þú getur haft vasklas hérna hjá þér. Já, það væri kannski bara, ég held að sé eitt hérna bara, sveið mér þá. Nokkuð tannstöng full á svæðinu? Ég veit það ekki. Nei, við hellum þessu nú bara í lóan á þér. Já, bara eitt samt er það ekki nóg. Jú, það er nóg. Óguð. Já. Þetta stór... Hann allstað guðinn, hann daði. Þetta stór stund. Já. Hilda Jana smakka í fyrsta skipti, finndu ilmi. Já. Gjörðu þið svo vel, Hildi mín. Oh my. Haldið bara niður í andaðanum og tegðu. Bara ná safanum vel úr bitunum með því að tyggja og sjúga og... Ég gat það. Þú gast það, vá maður, laglegt. Ég vil fá plagg. Nú færðu þú bara plagg, gjörðu svo vel. Ég komin í The Rotten Shark Club of Hauganes. Gerið aðri betur. Laglegt. Takk fyrir komunar, elskunar minnar, og gleðilegan bóndadag. Takk. Sömuleiðis, takk fyrir. Og við höldum áfram hérna eftir augnablik og þá ætlum við að reyna að finna besta bóndan.